JavaScript hefur sagðir og sagðir er kóðabútur sem skilar einhverju gildi og það getur verið talastrengur eða eitthvað fleira af þessum gildum sem við vorum að skoða. En sagðir geta líka innihaldið aðrar sagðir, til dæmis 1 + 1 er sagð sem innihaldur sagðina 1 og sagðina 1. Síðan höfum við skipanir sem eru þá samansöfn af sagðum, þar sem við getum blandað þessu saman, og svo eru forrit svona loosely skilgreind. Forrit er samansafn af skipunum sem eru samansafn af sagðum. Og einfaldasta skipunin þá og sagðin og forritið er þá bara einhver sagð með semikomu. Og semikoman er sem sagt þarna og það sem hún segir er að þetta er sem sagt statement terminator. Hún segir þetta eru lokin á einhverju statementi. Þannig að þá getum við sagt þetta var ein sagð með einum statement terminator og þetta var þá forrit, sagð og statement. En þetta er samt ekki krafa í JavaScript, auðvitað. Þannig að það er svona algoritmi sem skilgreinir reglur í spekknum sem segir til hvar eigi að setja inn semikólon semikomu ef hún er ekki í forritunum okkar. Þannig að þá er túlkurinn horfur á forritið okkar og sér, hér er líklegt að þetta vera semikoma, hér er þetta vera semikoma og setur það síðan inn áður en forritið er keyrt. Og þetta er svona allt í lagi, þetta þýðir að forritun okkar geta keyrt án þess að vera með semikomur, en það eru samt svona hluti sem við þurfum að passa af því að ef við gerum það ekki, þá fara hlutinir að vera öðruvísi en við höldum og það verður alltaf erfitt að debugga það. Þannig að við ættum alltaf að setja inn semikomu. En það sem að, til dæmis, þetta gæti verið við að segja að ég vil skila sagðinni A + B, en það sem að þetta er túlkað af automatic semicolon insertion algoritmanum er í raun, þetta er return statementið og svo A + B statementið, sem er ekki það sem við viljum. Og sama með ef við höfum, ætlum að skilgreina foo sem A + B og síðan fyrir neðan ætlum að gera eitthvað útreikningin í svega sem að gera eitthvað, veit ekki af hverju við ætlum að gera þetta svona, en ef þetta væri svona, þá er þetta túlkað í raun sem settu foo sem A + B sinnum D + 1, sem er ekki það sem við viljum. Þannig að þess vegna er betra að setja inn semikomur þar sem við viljum hafa semikomur. Já. Já, þá var það líklega það sem þú vildir, ef þú væri með svega hérna utanum og allt í einni línu, þá vildur þú líklegast vera að margfalda þetta saman. En þetta er svona, við myndum í raun, ef við setjum þetta hérna bara í nýja línu, höfum þetta í sömu línunni, en það getur verið ef við séum með flóknari dæmi en þetta, því þessi dæmi eru bara einföld, að við værum með lengri hluti sem við vildum setja í 2 línur. En síðan þegar við fyrir að búa til einhver forrit, þá viljum við vera með einhverja breytur. Og við getum skilgreint breytur í JavaScript með lykilorðunum let, const eða var. Þannig að let foo skilgreinir breytuna foo og við getum aukalega gefið henni gildi úr sagð þegar við skilgreinum hana. Þannig að við getum sagt let foo equal to bar. Og síðan getum við notað const og sagt foo, að þegar breytunöfn eru hástafanæm, eða case sensitive, þannig að foo og foo í caps er ekki það sama. Þannig að þetta eru bæði skilgreindir núna sem 2 ólíkar breytur. Og þegar við skilgreinum breytu með let eða const, þá megum við ekki aftur skilgreina breytu með let eða const með sama nafni. En við myndum þá fá villu, þannig að við gerum hérna let foo jafnt og 1 og gerum svo let foo jafnt og 2, þá fæ ég identifier foo has already been declared, sem er syntaxvilla. Þannig að þetta er hérna tilraun til þess að laga svona hluti sem voru skrýtnir við JavaScript. En út af þessu sem við tölum áðan, það að breytur innihalda ekki gildi, heldur vísi þau í þau og gildin hafi síðan típu, þá getum við breytt gildunum í breytunum okkar eins og við viljum. Þannig að við getum, þannig var dæmi sem að hafa kannski að koma, en það sem við getum þá gert, er við getum skilgreint breytu með streng, við getum síðan gefið henni nýtt gildi sem er tala, eða boolean, eða undefined. Og þetta er allt í góðu. Þannig að þarna erum við að breyta einhverju sem við myndum halda út af því að við settum A sem streng upprunlega, það mætti A bara vera strengur, en út af því að það er dýnamískar breytur í JavaScript, þá má breyta gildinu á breytunu í bara það sem við viljum. Const er
eins og lett nema að það bannar okkur að endurskilgreina grunngildið sem þýðir þá að gildið sem við byrjum á að skilgreina við fáum villu ef við reynum að breyta því. Þannig að við myndum reyna þetta, þá myndum við fá villu og þá þá type error, þannig að við segjum const foo jafnt og 1 const foo jafnt og 1 nú er búin að skilgreina foo, þetta er þannig að reloada síðunni const foo jafnt og 1 foo jafnt og 2 þá fáum við type error assignment to a constant variable, þannig að það er það sem const stendur fyrir, constant eða fasti. Síðan nöfnin á breytunum okkar geta heiti hvaða orði sem svo lengi sem við byrja ekki á tölustaf og noti ekki önnur tákn en dollarmerki eða underscore í heitunum sínum. Þannig að við getum notað íslensku og við getum notað blanda saman með þessu hér en við getum ekki notað til dæmis ampersand eða eitthvað. Ég get sagt let foo dollar jafnt og 1 þær lagi let foo ampersand og við fáum syntax error. Síðan höfum við líka frátekin orð og við viljum ekki skýra breytunum okkar neinu á þessum orðum því að þó að það sé ekki samræmi með allra keisluumhverfa þá getum við lent í því að eitthvað breytist en þannig að þetta er í raun lykil orðin í málinu. Við sjáum var og við sjáum let, for, if og svona og við megum ekki skýra breytunar okkar þessu og ef við reynum það þá fáum við syntax error. Já. Hópverkefni núna er ekki í JavaScript, seinna hópverkefni er í JavaScript. Hvað er það þá? Það er HTML og CSS núna. En eins og ég nefndi áðan með þessi umhverfi, þá erum við að keyra JavaScript forritun okkar í umhverfi og þá sér í lagi einhverju ákveðnu umhverfi eins og vafra eitthvað svona og þessi umhverfi er ekki tóm, þau innihalda stöðluðu hlutina og stöðluðu föllin eins og parseInt og parsefloat og þetta. Og síðan hafa þau aukalega einhverjar aðgerðir sem eiga við sitt umhverfi. Þannig að í vafra til dæmis, þá erum við með aðgerðir til þess að eiga við vefsíðuna. Við erum með aðgerðir til þess að breyta HTML-inu, til þess að eiga við JavaScript, við CSS og eitthvað svoleiðis. En ef við erum í Node, þá höfum við ekki þessar aðgerðir, en við höfum þessar aðgerðir til þess að lesa úr skráarkerfinu eða opna socket yfir network eða eitthvað svoleiðis. Og í sérst vafra, þá heitir þetta umhverfi window og það er þetta grunnumhverfi. En í Node þá heitir það process. Þannig ef ég opna hérna og ég skrifa window, þá fæ ég fullt af einhverju dóti, ég opna hérna þennan hlut, þá er það bara allt sem er hérna skilgreint, allar aðgerðir og allt. Og sama ef að ég gerir hérna, remind me later, sjá, ég gerir hérna process, þá fæ ég að samaskapi fullt af einhverjum aðgerðum hérna sem ég get gert í Node. En við höfum eftir að skoða nánar hvað við getum gert til þess að vinna með vafran. En til þess að byrja með þá ætlum við að skoða svona 3 leiðir til þess að birta og sækja upplýsingar frá notanda. Það er alert sem birtir ykkur skilaboð sem notandi verður að samþykkja, confirm sem birtir einhverju upplýsingar og notandi þarf annað hvort að íta á OK eða cancel og við fáum tilbaka úr því falli true eða false eftir því hvort að notandi íta á OK eða cancel og síðan prompt sem kemur þá með einhverja spurningu og leyfir notandanum að slá eitthvað inn sem að síðan er svarið úr kallinu eða null ef ekkert var skrifað inn. Og við ættum aldrei að nota þetta svona almennt en maður grípur oft til þess að svona og fyrsta verkefni sem maður gerir í JavaScript áður en við fyrir að læra meira á það að tengjast inn í vafran og breyta HTML á síðanum okkar, ætlum við að nota þetta, alert, confirm og prompt. Þetta eru svona frekar upp á þrengjandi hlutir, þannig að þegar við séum þetta, kannski ekki við hérna, halló, þá fáum við hérna þetta. Þegar við örugglega séum svona glöggu einhvern tímann og svona ódýra leiðin til að segja
hvað heitir þú? Þá get ég skrifað eitthvað hérna og þá fæ ég tilbaka skilagildið úr þessu verður strengurinn. Þannig að ef ég bind þetta við breytu, name og prompt, svona, þá fæ ég í raun inn í breytuna gildið sem var þarna, þannig að þá get ég tekið við þetta og nota þetta í forritinu. Og það er í raun það sem við ætlum að gera í fyrsta forritinu í næstu viku. En svo erum við með þessi stöðluðu föll þarna parseint og parsefloat sem við skoðum, en svo höfum við líka staðlaða hluti sem hópa þá enn frekar einhverjir virkni saman í þessu umhverfi sem við erum að vinna í. Og þá eru þau til dæmis eins og math, number og date sem við notum frekar mikið og svo eru fleiri hlutir. En ef við rennum í gegnum þetta, þá math gefur okkur aðgang að stærðfræði föstum og föllum, en við getum fengið pi og við getum kallað það cosinus og log. Og við getum notað aðgerðir til þess að vinna með sett af tölum. Við getum fundið hvað er stærsta tala í setti, minnsta tala. Við getum notað floor og seal sem leyfir okkur að taka tölu og gefa okkur þá tölu þegar hún er ekki ránduð upp eða niður, þetta er bara ránduð niður alltaf. Þannig að 1,5 verður 1 og 1,4 verður 1 en seal verður 2. Og svo höfum við líka round sem að þá í raun framkvæmir hérna, þannig að 1,5 verður 2, 1,4 verður 1. Já. Já. Skilgreina breytu. Þegar ég skilgreina breytu í konsólinu, þá ég að keyra segð, þannig ég að segja hérna foo jafnt og 1 og þetta í raun ég að keyra statement, þannig að þetta statement og þetta statement skilar ekki neinu. Það hefur ekkert skilagildi sem þið í raun að kallið úr því að gera þetta tilbaka fæ ég undefined. Og ég hef búin að skilgreina foo, þannig að foo 1 og 1. Þannig að ég fæ þetta hérna. Jú, það er orðið sem defined, en það í raun ekkert sem skilast úr þessu, þannig að ég fæ undefined tilbaka, en ef ég prenta bara út töluna 1, þá fæ ég töluna 1. Ef ég kalla í eitthvað fall sem ég væri búin að skilgreina, þá myndi ég fá skilagildi úr því. Það er að segja, statementi hefur eitthvað skilagildi, en alla línundur hérna hafa í raun eitthvað input og eitthvað output, og outputið er þá undefined. Hvað segir þið? Nei, við þurfum ekki að skrifa system out println af því að það í raun það sem væri sambærilegt við það console log. Það prentar út í konsolin hérna og þá aftur hérna þá prentar út strengin en það ekki eitthvað sem við gerum inn í miðjum forritunum okkar. Þannig að þetta leyfir okkur að prenta hérna út. Þannig að það prentar út hérna ASDF en við keyrum líka þetta statement sem líka hefur eitthvað ákveðið skilagildi sem skilar þá undefined. Ef við höfum síðan fall sem við skoðum á eftir þá fáum við eitthvað skilagildi úr því og þá skilagildinu, það kemur þarna út. En síðan höfum við number sem inniheldur fasta og föll til að eiga við tölur og þá kemur inn á þetta hérna, isnan kasti og hvort við getum notað isnan án þess að kasta gildunum, þá number.isnan endurbætt útgáfa á isnan fallinu sem gerir það ekki. Og svo höfum við parseInt, þannig að við höfum parseInt á number og parseInt í global umhverfin okkar. Svo höfum við annað fall, sem isInteger, sem segir til hvort tala sé heiltala eða ekki. Við höfum number max value, sem þá í raun hæsta gildið sem við getum vunnið með. Og það hann eitthvað max safe integer, þetta einhverju fasta sem maður ætti yfirleitt ekki að þurfa að vera eitthvað að garfa inn ef maður sé að vinna með rosalega stóra tölur. Og síðan höfum við epsilon, en epsilon sem sagt gildi sem munurinn á milli tölunar 1 og minnstu floating point tölunar sem stærri en 1. Þannig að þetta í raun minnsta mögulega gildi sem floating point sem getur verið með í umhverfinu sem við erum að keyra í. Og þetta getum við þá notað til að bera saman tölur þegar við erum eins og við vorum með 0,1 plus 0,2 jafnt og 0,3 false. Þá getum við borið saman með þessu epsilon gildi.
Þannig í staðinn fyrir að gera svona sem er false, þetta er false, þá getum við tekið algildið af 0,3 mínus það sem við ætlum að bera saman við. Þannig við færum bara yfir jafnaðarmerkið, tökum algildið og athugum niðurstaðan úr þessu, hún minni en þetta epsilon-gildi. Þannig að útkoman úr þessu er -5 í 10 mínus 17. veldi og number epsilon er stærri tala. Þannig að ef við keyrum þetta, þá fáum við raun true. Þannig að þarna ef við erum einhvern veginn að fara að vinna með einhver verkefni sem að krefjast meiri nákvæmni eða krefjast þess að við sem að bera saman brotatölur, þá þurfum við að nota svona virkni, eða svona epsilon-gildi. Síðan höfum við date sem leyfir okkur að vinna með dagsetningar og date-hluturinn byggir á eins og margir hlutir í tölvum sem vinna með dagsetningar á millisekundum síðan 1. janúar á miðnætti árið 1970 sem er kallað Unix epoch sem er þá í raun einhver tímasetning sem einhver bara ákvað á einhverjum tímapunkti. Það væri bara góður 0 punktur til þess að byrja að telja millisekundur frá. Og við fáum bara þessar millisekundur og það er bara hægt og rólega tölvan einhver bara að telja hvað eru margar millisekundur liðnar. Og við getum síðan höfum svona hjálparföll til þess að vinna með þetta en í grunninn er þetta alltaf geymt sem þessi tala. Síðan getum við skilgreint dagsetningar með ári, mánuði, degi eða klukku en aftur þarna er skemmtilegu böggur er að mánuður eru zero indexed. Þannig að til þess að fá janúar þá er það mánuður 0 og febrúar er mánuður 1. Þannig að þá getum við sagt hérna, þetta er núna, gerum new date, þá sjáum við, það er hérna, mánudagurinn 15. október. Svo getum við sagt, B verður hérna 1. janúar, hérna, 1. miðnætti 2020. Þá er það hérna og það er birt, við fáum þetta birt hérna sem lesanlegan streng. Og síðan getum við tekið þessa 2 hluti hérna sem við erum búin að búa til og við getum reiknað hvað er langt á milli þeirra með því að segja þá B minus new date. Það er þá fjöldi millisekundna þar til B, þannig að þetta er fjöldi millisekundna. Já. Seinasta núlið. Það eru mínútur, það eru klukkutímar, mínútur og sekundur. Af því við settum 0. Já, það vantar hérna. En skrifa 0,0 hvar? Hún skrifa tölvan skrifa 0,0. Já, sett hérna. Hérna. Já, þetta hérna. Já, þær eru... En af hverju skrifa hún þá ekki 0,0 aftur? Hún skrifa 0,0 hérna, í þessu hérna. Ekki segja það. Jú, en af hverju ekki... Þetta. Hérna, það er bara þegar ég glemti að setja það inn. Og þetta er inn á þessu ofan. Já, við skoðum þetta eftir. En núna ef við ætlum að draga frá þessari dagsetningu til að vita hvað er langt í þetta, þá fáum við hérna millisekundur, þá getum við deilt með 1000 til að fá sekundur, við getum deilt með 60 til að fá mínútur, við getum deilt með 60 til að fá klukkutíma og 24 til að fá að sjá, það eru 442 dagar þangað til 2020, sem er ekkert það langt þangað til. Síðan höfum við ef við erum með svona hlut sem er í raun gagnahlutur, svona date-hlutur, þá getum við kallað því get year eða set year eða get date eða set date og svo framvegis þess að breyta þessum hlut í eitthvað ákveðið eða fá upplýsingar úr honum. En síðan þegar við skrifum forrit, þá erum við mjög ofta að vinna með einhverjar flæðistýringar og einhverjar lykkjur og þá líkjast þessi að þetta er aðalega tekið frá Java, syntaxina þessu. Og þannig getum við stýrt í hvað forritinu okkar er að fara að gera, við getum brugðist við ef eitthvað, þá þetta, annars eitthvað annað og framkvæmt ítranir.
Síðan þegar við erum að vinna með lykkjur, þá getum við notað break lykilorðið til að brjótast út úr eða hætta í lykkjunni, eða continue, þegar við erum búin að komast að því að við ætlum að halda áfram í lykkjunni og gera eitthvað nýtt, eða þess að byrja næstu ítrun, þá getum við notað continue. En if, sem sagt, keyrir aðeins ef segð skilar trúþigildi, þannig að við getum notað streng eða tölur stærri en 0 eða minni en 0 til þess að tryggja þetta, og getum síðan keyrt með else einhvern annan kóða eða skilgreint fleiri segðir með else if. Og síðan eftir kóðin sem þetta vera inn í curly brackets, þá fáum við eitthvað svona. If þetta, þá þetta, annars ef stærri en 1, þá prentast þetta út, annars prentast þetta út. Þannig að það prentast út fyrir 5, prentast stærri en 1. While og do, while lykkjur eru sem sagt leiða okkur að endurtaka einhver kóða svo lengi sem að einhver segði sönn. Og munurinn á þeim tveimur er það að do while mun alltaf keyra kóðina einu sinni áður en að segðin er athuguð, á meðan while mun athuga segðin í fyrsta skipti áður en að kóðin er keyrður. Þannig að við getum skrifað svona, let i jafnt 1, while i++, sem er flýti aðgerð sem við notum til þess að hækka i, er minn en 5, þá loggum við út i, sem þýðir þá að við keyrum þessa ítrun og stækkum upp í síðan 2, stækkum upp í 3, stækkum upp í 4 og fáum út 2, 3, 4, 5. Já, og þetta keyrir í fyrsta skipti, þannig að þetta verður 2 í fyrsta skipti. Og while-lykkjan prentar út, þannig að hún prentar út 1, af því hún mun alltaf keyra bodyið á lykkjunni áður en að segðin er keyrð. For-lykkjur, sérhæðari og nýta mjög algengt form. Það er þetta að setja byrjunargildi, athugagildi og uppfaragildi. Þannig að við fáum þessa for-lykkjur sem að líta það svona út og eru mjög líkar í öðrum fornumálum, nema hérna erum við með let til þess að skilgreina breytuna í byrjun. Og þarna getum við nota break til að hætta. Og svo þetta hérna, við getum nota plus og mínus til þess að hækka eða minnka tölur. Og þá ef þetta er tala, þá er talan hækkaði með 1 eða lækkaði með 1. Og svo hefur við fleiri svona leið til þess að stytta okkur leið þegar við erum að nota virkja. Þannig að við getum sagt, í staðan fyrir að segja a jafnt og a plus 1, þá getum við sagt a plus jafnt og 1. Eða í staðan fyrir að segja a jafnt og a sinnum 1, þá getum við sagt a sinnum jafnt og 1. Og þá er það mörglu með 1. Þá fáum við einhverja svona for-lykkju hérna sem er að nota continue og break. Þannig að við byrjum á því að núllstilla i sem 0 og við ætlum að keyra þessar ítranir svo lengi sem að i er minni en 100 og í hvert skipti sem við erum búin að keyra þá ætlum við að hækka i um 1. Ef að i er hins vegar oddatala, þá ætlum við að segja continue, sem þýðir þá að við keyrum þessa hérna segð, við sjáum er i oddatala, já, keyrum þessa segð sem segir continue, sem fer þá með okkur hérna, hækkar gildið og keyrir þá ítrunina aftur og byrjar aftur, er það oddatala? Nei, nú er það sléttala, þá fyrir við hér, er hún stærri en 5? Nei, þá loggum við hana út og svo áfram, þannig til við komum upp í raun 6, þar sem við fáum þá 6 er stærri en 5, loggum þetta út og breykum út úr þessu hérna. Við förum þetta ekki upp í alveg 99 og fáum þá 0, 2, 4, já, byrjum náttúrulega 0, yfir 5 hættum. Þannig að þá erum við að fá þessi 4 gildi út úr þessu. Síðan höfum við switch sem við getum notað ef við erum með kóða sem nota mikið af if og else if. Og þá lítur það einhvern veginn svona út. Þá erum við switchu við á einhverja svegð. Hérna í þessu tilfelli á einhverja breytu. Og athugum, caseið er þetta inniheldur þessi segð gildið 1. Þá loggum við þetta út. Gerum hérna break, annars föllum við á milli yfir í næsta case. Ef það eru 2, loggum við 2. Annars getum við verið með svona default case sem að prentast það út ef ekkert af fyrri caseunum var satt. Já, síðan fyrir samsett orð í JavaScript
þar sem við töluðum aðeins það í CSS, þá notar JavaScript yfirleitt lower camel case, þess að byrjar á litlum staf og notar svo camel case þess að skipta á milli orða, bæði í heitum á breytum og föllum. Og þessi stíll er notaður í stöðluðum föllum eins og parse int. Nema að sumir hlutir byrja á stórum staf eins og math og number og boolean, og þá það vegna þess að þessi hlutir eru svona constructor hlutir sem við munum skoða nánar þegar við fyrir að sjá hvernig hlutir haga sér. En skulum taka pásu í 10 mínútur.